Mute, Steinar. Já, continue. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 27. janúar árið 2021 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1326 og hann haldinn í fjarfundi og í lok fundar þá samþykkja funda með fundagerð með rafrænum hætti. Ég býð funda með velkomna til fundar og hér eru mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Haddi Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs en hann sér ritun fundagerðar. Og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 2101-231. Þetta skýrsla bæjarstjóra á árinu 2021 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í sínum störfum frá því 28. október síðastliðinn. Og Sævar Freyr fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Já, eins og forseti fór yfir, þá var þetta skýrsla frá 28. október og til dagsins í dag. Mig langar að byrja á að minnast á velheppna þorrablót Skagamanna sem var haldið liðna helgi og var það einstaklega ánægjulegt að sjá þau sem í 79 árgangnum sem lögðu blóðsvita og gleðitár við það að skipuleggja þetta frábæra þorrablót og voru svo sannarlega að skemmta okkur Skagamönnum með mjög svo frumlegum hætti. Það hefur verið að láta mig vita að myndavélin sé ekki virk en hún virk hérna hjá mér og ég ætla að sjá hvort ég geti laga það með einföldu trikki. Ég komin inn hjá ykkur eða þetta ennþá við það sama? Og með flott, þá held ég áfram. Og já, ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka 79 árgangnum fyrir glæsilegt þorrablót og svo vil ég nota þetta tækifæri og endur taka hamingjuóskir til Skagamanna ársins sem voru heilbrigðisstarfsmenn sem voru vel að því komnir að verða Skagamenn ársins þetta árið. Sá maður á samfélagsmiðlum að það voru margir bæði utan heilbrigðisstarfsmannahópsins og sömuleiðis heilbrigðisstarfsmenn sem voru að fagna þessari niðurstöðu. Það ekki hjá því komist að minnast á það óhapp sem varð í upphafi árs sem var hjá Semisverksmiðjunni sem hefur haft áhrif á okkur hér á Akranesi. Við höfum fylgst gríðarlega vel með þessu máli og erum auðvitað þakklátt fyrir þau snöggu viðbrögð sem voru viðhöfð meðal annars af starfsmönnum Akraneskaupstaðar í slökkviliði Akranes sem stuðlu að því að koma í veg fyrir að að minnstakosti að hreinsunarstarf yrði eins vel unnið og mögulegt var og vil ég þakka þeim og öllum öðrum sem koma að íbúum sem brugðust þarna einstaklega vel við og þessu óhappi. Við höfum átt góða fundi með Semisverksmiðjunni og hefur upplýst Akraneskaupstað eins vel og mögulegt sínar aðgerðir og opna sína bækur fyrir því hvernig þeir vilja tryggja að svona óhapp geti ekki gerst aftur og farið í ýmiss konar aðgerðir sem hafa verið kynntar af þeim og Akraneskaupstað ásamt því að VÍS þeirra tryggingafélag hefur verið að gefa upplýsingar hvernig þeir eru að standa áframhaldi þrifum. Þegar þetta sagt að þá hefur frost komið í veg fyrir að öll hús hafi fengið hreinsun en töluvert mikið af bílum hafa verið hreinsaðir.
eftir að nýjar upplýsingar komu fram það að þetta óhapp hefði í för með sér, hefði runni staðið yfir lengri tíma, þá hefur Sementsverksmiðjan ákveðið að fá óháðan aðila til þess að fara í runni yfir þeirra verklag og það vel, jafnframt að gera mælingar á runni heilnæmi loft sem þarna í kringum svæðið og held ég að það sé líka mikilvægt til þess að skapa ró í öllu sem snertir þetta mál allt saman. En við munum halda áfram að fylgjast með þessu máli og ýta við í það sem við teljum það vera viðeigandi, enda þetta langt í frá heppilegt og raunum mjög óheppilegt að svona atvik geti gerst inn í íbúabyggð, svona mikið magn af sementi hafi farið yfir bæinn og því mikilvægt að við séum að gera okkar til þess að halda því að svona áhættu sé haldið í lágmarki. Svo verði ég að minnast sömuleiðis á ansi mikilvæg og mikla vinnu sem fékk niðurstöðu núna með tilkynningu í janúarmánuði sem fól í sér í rauninni að vinna sem hafði staðið yfir í rúmt ár með greiningu á samanburðargreiningu á íþróttastyrkjum á milli sveitarfélaga sem hófst á árinu 2019 og var að vara vel inn á árið 2020 með vinnu þar sem við gátum séð nákvæma samanburðargreiningu á íþróttastyrkjum á milli sveitarfélaga og kostnaði okkar sem skilaði því að við höfðum nokkuð mikla vissu það hvernig við vildum taka áfram okkar styrkjamál og í framhaldinu var því að vinnuhópur sem hafði starfað með IA í þessum málum að ná utan þetta skilaði niðurstöðu þá ákvað bæjarráð í samvinnu við skóla- og frístundaráð að skipa nýjan hóp sem var þá starfshópur en ekki vinnuhópur, formlegur starfshópur með fulltrúum beggja hagsmunaaðila sem var valið að leggja fram tillögu að fyrirkomulagi úthlutun fjármagns og sem stuðla ætti að gagnsæi og jafnvægi úthlutunum til aðildarfélaga IA. Vinnu þess starfshóps lauk í nóvember og samþykkti bæjarráð 4. desember að hækka fjárveitingu til íþróttastarfs hjá IA 18,4 milljónir og því á árinu 2021 samtals 35,1 milljónir króna. Þessi upphæð má ekki rugla saman með heildargreiðslum sem að flæða í gegnum Akraneskaupstað og til íþróttafélagana. Það eru þetta beinir styrkir til ýmsa íþróttafélaga sem koma til viðbótar við þetta, sem getum við kallað rekstrastyrki og svo eru þetta framlög sem eru framlög til eins og tómstundastyrkur sem fer til foreldra barna en endar síðan hjá íþróttafélagunum sem eru viðbótar við þetta. En eins og ég sagði áðan, þá þetta samtals 35,1 milljón króna sem hækkunum 18,4 milljónir. Og mun þessi fjárhæð verða úthlutað þannig að 23,4 milljónir króna munu fara til barna- og unglingastarfs en 11,7 milljónir fara í styrktarsjóð IA sem verður til úthlutunar til íþróttafélaga IA sem mun sjá úthlutun úr styrktarsjóðnum og fyrirkomulagið á honum með þeim hætti að 80% verða styrkir vegna grunnkostnaðar aðildarfélaga, 10% verða hvatastyrkir til aðildarfélaga og 10% verða afreksstyrkir til að verðlauna fyrir sérgreind afrek. Bæjarráð bókaði á fundi sínum í desember að frekari ákvarðanir verða áfram til umfjöllunar á þessari ári eftir því sem framvinda efnahagsmála gefur tilefni til. Áramót tók í gildi nýtt skipulag og var þar fyrst eining sem heyrir undir bæjarstjóra, þar sem eru verkefni sem falla undir nýja skrifstofu eru þjónusta, þróun, mannauðsmál, verkefnastofa, atvinnumál, ferðamál, markas- og kynningamál og menningar- og safnamál. Og ætla ég að fara yfir svona það helsta sem kom frá þessum einingum. Og
Skipuritið var samþykkt og tók gildi og það sem við höfum svona verið að gera fyrst og fremst núna frá áramótum að móta betur verkefnum, færa til verkefnum milli starfsmanna, komast að nýjum hlutverkum, skerpa á starfslýsingum. Nýr mannustjóri, Harpa Hallsdóttir, tók til starfa á nýju ári og vil ég bjóða hana formlega hér til velkomna á þessum vettvangi og Harpa reynslubolti, hefur dottið inn í öll helstu verkefni sem undir hennar starfsvið heyra, eins og jafnlaunavottun, styttingu vinnuvikunar, innleiðingu nýs viðvörukerfis og margt fleira sem hún þegar að ganga inn í. Og óhætt að segja að hún hefji starfið í rauninni ekki skríðandi eða gangandi heldur alveg á fullum hlaupum. Við hlökkum til þess að kynnast Hörpu betur og starfa með henni í náinni framtíð. Og þjónustuver Akraneskaupstaðar opnaði aftur eftir fjöldatakmarkanir og voru rýmkaðar. Opnatími skertur og nú opið, sem hafði verið skertur og opið nú, svona verið rýmkað opnunin og núna opið frá 9 til 12. En aðalsíminn vissulega opin eins og bara full opnun hjá okkur og sinnum við þjónustu þar í gegn. Og undirbúningur að flutningi og eflingu FabLab-smiðju stendur yfir og verður málið rætt fyrir bæjarráð næstkomandi fimmtudag. Unnið áætlun grisjun á flokkun safnmuna og byggðasafnmuna en mikið muna liggur óflokkað í guluskemminu svokölluðu og vonast til að því ná að ljúka fyrir vorið. Og Guðlaug fékk tilnefningu fyrir einna virtustu arkitektaverðlauna nýverið, svokallara Mies van der Rohe verðlauna, en þau eru veitt fyrir framúrskarandi nútíma arkitektúr og viðurkenningin ein og sér frábær, en í rauninni bara eitt verkefni á Íslandi sem Harpan sem hefur fengið síðan á endanum verðlaun til þessara einna virtustu arkitektúrverðlauna sem eru í heiminum. Opnatíma Akranes breyttist samhliða öðrum breytingum og verður að minnsta kosti út aprílmánuð opið á virkadaga frá 1 til 3. Hilmar okkar hefur fært krafta sína í þjónustu í íþróttamannvirkjum á Guðlaugu og hans kraftur farin að njóta sín í nýjum verkefnum og spennandi að sjá að hann búinn að vera öflugur í breyttu hlutverki. Og það síðan alltaf hægt að sérbóka heimsóknir í vitan og Hilmar mun sinna því að kostgefni. Við náðum að halda veglega flugvildasýningu og kveðja jólin burt og íbúar flyttust að og gátu notið sýningarinnar víðsvegar bæinn. Mig langar að senda kærar þakkir til Björgunarfélagsins fyrir flotta sýningu og til íbúa fyrir að virða fjarlægðarmörk og sýna þessu skilning. Í desember var jólahátíðin og tendur ljósa fór fram með breyttu sniði og það var eins og margt annað. Leikskólabörn mættu á svæðið og við héldum svona okkar jólatréskemmtun sérstaklega með þeim sem kveikt var á jólatrénu við torkið fyrstu vikuna í aðventu. Menningar og safnanefnd keypti í lok árs ný listaverk í listaverkasafni Akranes en listaverkin eru til sýnis í bókasafni Akranesum þessar myndir og verða þar til loka febrúar. Eftir það verður þeim fundinn góður staður innan stofnana bæjarins, meðal annars í þjónustuveri kaupstaðarins og frístundamiðstöðin við Dalbraut 4. Bókasafnið opnaði á ný fyrir almenningi með hefðbundna afgreiðslutíma. Guðlaug opnaði á ný með auknum opnunartíma yfir jól og áramót og áramót tók síðan við hefðbundinn opnunartíma. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra fyrir félagsmálaráðuneytið, Soffía Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri leigufélags Bríet og Hermann Jónasson, forstjóri húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og ég, bæjarstjóri, undirrituðum 22. desember viljayfirlýsingu fjölgun íbúða, eflingu stafrænnar stjórnsýslu og upplýsingagáttar hjá Akraneskaupstaðar. Þá birtist í síðustu viku auglýsing frá leigufélaginu Bríet þar sem óskað eftir byggingaraðilum til þátttöku á uppbyggingu íbúða á Akranesi. Að ræða uppbyggingu 48 íbúða en Bríet
tilbúið til þess að skuldbinda sig til að kaupa allt að 8 íbúðir sem eiga að fara á almennan leigumarkað. Akraneskaupstaður ekki að leggja neina fjármuni fram í þessu verkefni en þetta svona afrakstur af því að við erum að stuðla að því að leigumarkaðurinn verði virkur hér á Akranesi. Önnur verkefni sem að snerta þessa viljayfirlýsingu eru í fullum gangi, hvort sem að það snertir Bjarg, sjóð, Brynju hússjóð, leigufélag aldraða og eru þessir aðilar svona að undirbúa það að fara í að hefja uppbyggingu og eru flestir aðilar búin að vera annaðhvort að undirbúa að semja við verktaka á Akranesi eða hefja eða eru farnir að semja við aðila. Það verður spennandi að sjá hvað áhrif þetta mun hafa á uppbyggingu á nýju ári. Og eftir svona samtal við einn byggingaraðila sem er áhuga á því að koma að uppbyggingu hér á Akranesi, þá var þetta verkefni rætt aðeins og útskýrt og var það niðurstaða þess aðila að þetta verkefni gæti haft akkurat þá þýðingu sem að hann hefur séð í uppbyggingu á Selfossi sem að felur í sér að uppbyggingu á íbúðum dregur að sér eftirspurn eftir uppbyggingu á öðrum íbúðum. Og í nóvember fóru vökudagar fram og voru hin árlegu menningarverðlaun afhent og verðlaunin eru veitt þeim einstaklingum eða félagasamtökum sem hafa skarað fram úr á einhverju sviði menningar hér í bæjarfélaginu og menningarverðlaun Akranes 2020 hlaut Árborg Akurnesinga sem hjónin Margrét Þorvaldsdóttir og Kristján Kristjánsson standa að. Og vil ég líka á þessum vettvangi færa þeim á ný hamingjuóskir fyrir þessu veittu verðlaun. Við kláruðum ýmis verkefni á skipulags- og umhverfissviði. Krókalónstígurinn var malbikaður, samið var við Sigurðsson innanhúsfrágang við Dalbraut 4. Uppbygging reiðhallar hófst við Æðarodda. Umhverfisviðurkenningar voru afhentar og skipulags- og umhverfisráð fór bæinn og afhenti viðurkenningarinnar og verði nú að hrósa þeim fyrir það að finna lausnir í þessu COVID-ástandi að koma viðurkenningum til skila. Og hef ég fengið að heyra að margir sem á hluti þessu verðlaun eru einstaklega stoltir af því að hafa orðið fyrir valinu. Viðhorfskönnun vegna hugmyndasamkeppni Langasandsvæði var auglýst í byrjun desember, verður opin út janúarmánuð. Þátttaka hefur verið góð og hvet íbúa sem hafa ekki gefið sér tíma til þáttöku að klára það í vikunni. Farið inn á akranes.is hugmyndasamkeppni, þar sem hægt að koma áfram hugmyndum á framfæri og taka þátt í þessari könnun. Vil ég þakka skagamönnum öllum bara fyrir virka þáttöku í þessu verkefni af því að það er mikilvægt að sjá breiða og góða þáttöku í verkefninu sem mun nýtast í næsta skrefi sem við vorum að auglýsa helgina og þar er forval hugmyndasamkeppnina. Það sem á Akraneskaupstaður óskar eftir þáttökundum í þessa hugmyndasamkeppni skipulag og hönnun Langasandsvæðis og nærumhverfis. Samkeppnin haldin í samstarfi við Félag íslenskra landslagsarkitekta og valin verða 3 teymi til þáttöku í samkeppninni og eru nánari upplýsingar á sömu slóð sem að ég var að nefna hérna á undan. Og í nóvember auglýsti Akraneskaupstaður lausþörf annars vegar skipulagsfulltrúa, hins vegar byggingafulltrúa. Umsóknarfrestur var til og með 7. desember og gengið hefur verið frá ráðningu á Höllu Mörtu Árnadóttur í stöðu skipulagsfulltrúa. Halla Marta lauk BA-námi í arkitektúr frá Macintosh School of Architecture við Glasgow School of Art árið 2017 og framhaldsnámi í arkitektúr frá sama skóla árið 2020. Þá hefur Karl Jóhann Hagason, byggingafræðingur, verið ráðinn tímabundið í stöðu byggingafulltrúa en hann hefur gegnt stöðu verkefnastjóra á skipulags- og umhverfissviði hjá Akraneskaupstað. Karl mun formlega taka við starfinu
núna 1. febrúar næstkomandi og ég vil nota tækifærið og þakka Stefáni Þór Steindórssyni, fráfarandi byggingarfulltrúa fyrir góð störf og óska ég honum velfarnaðar í nýju starfi. Að sjálfsögðu munum við kveðja hann á viðeigandi hátt hér innan húss, en þetta svona viðeigandi staður að senda honum okkar hamingjuóskir með nýtt starf sömuleiðis. Og stjórnsýslu á fjármálasviði þá voru teknir óteljandi og að minnsta kosti 1 fundur til viðbótar í skipulagningu á fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar á síðustu mánuðum og var helsta verkefni sem að við vorum að glíma við á þessu tímabili og var mjög tímafrek vinna í kringu það á þessu sinni. Næst og eftir fjárhagsáætluninni hefur mikil elja og vinna farið í jafnlaunavottunina sem að nú á lokastigum. Við erum að vinna að nokkrum úrbótum í samkvæmt úttektar aðila og vonandi fylgir eftir vottunina að Akraneskaupstaður hefur bætt úr því sem þarf á næstunni og munum við taka það síðan upp í viðeigandi ráðum og upplýsa svona þegar við erum búin að klára það sem að þau atriði sem út að standa. Unnið að innleiðingu nýs viðverukerfis, en kerfið vinnustund verður tekið upp nú í nokkrum skrefum hjá Akraneskaupstað. Svo stytting vinnuvikunar á góðri leið hjá Akraneskaupstaðar og vonast til þess að stýrihópur hjá Akraneskaupstað skili fljótt að sér fyrstu afurð til umfjöllunar í bæjarráði. Og í undirbúningi að bjóða út ný tryggingar sveitarfélagsins eftir ákveðnar væringar sem að verður nú áramótin í tryggingamálum hér á Akranesi og sömuleiðis erum við að undirbúa útboð á bankaviðskiptum Akraneskaupstaðar. Og óskað hefur verið eftir tilboðum frá PricewaterhouseCoopers, KPMG og HLH ráðgjöf í sjálfstæða úttekt á rekstri og fjárhag Akraneskaupstaðar með það að markmið að ná fram hagræðingu í stjórnsýslu, rekstri og fjármálum sveitarfélagsins. Og ættum við að vera komin með öll tilboðin í hendunar innan tíðar og fara þau þá til umfjöllunar í bæjarráði. Og unnið hefur verið að nokkrum málum snertir Hvalfjarðarsveit, svo sem aðgang að íþróttamannvirkjum og það sem að Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit hafa verið að deila á milli sín hugmyndum hvernig og hvað á að greiða fyrir aðgang að þessum mannvirkjum og við hefum ekki náð saman það enn sem komið samningar slökkviliðið þar sem að við höfum verið að fara yfir eftir að hafa gengið frá samningi út árið 2021 sem svona bráðabirgðasamningur og erum við að skoða núna nánar mögulegan samrekstur eða samvinnu sömuleiðis með slökkviliði Borgarbyggðar. Og höfum við undanfarið verið að halda svona undirbúningsfundi þar sem við verið að fá kynningar frá sameinuðum slökkviliðum á Suðurlandi ásamt því að við erum að fá kynningar frá ráðgjöfum brunavarnarmál sem Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit voru með og erum að fá kynningu frá slökkviliði Reyðarfjarðar sem hefur álver á sinni könnu og erum svona að draga saman alls konar upplýsingar sem við munum svo kynna fyrir kjörnum fulltrúum og þá ætlunin með þær upplýsingar í höndunum að búa til formlegri starfshóp sem á kjörnir fulltrúar í öllum sveitarfélögum þurfa að koma sér saman hvernig verður orðað. Fram að því erum við rauninni bara í upplýsingaöflun ásamt sveitarstjórarnir ásamt slökkvilistjórum á svæðinu. Og svo í þriðja lagi þá höfum við óskað eftir tilfærslu sveitarfélagamarka þannig að land í Grjótkelduflóa muni tilheyra Akranesi og við geta fengið tekjur af landinu sem við eigum, landsvæði í eigu Akraneskaupstaðar í Hvalfjarðarsveit í dag. Þessar tekjur viljum við sjálfsögðu fá vegna þess að við þurfum að stofna til töluverða útgjalda sem fyrirhugaðar fara í til þess að ná atvinnuuppbyggingu á svæðinu til framtíðar. Og þetta til umfjöllunar
í dag í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar og mögulega þeim fundi lokið en niðurstaða þess fundar ekki búin að berast kaupstaðnum eins og staðan núna. Bæjarstjóri eins og áður hefur komið fram hérna í stafrænu ráði sveitarfélaga og gegnir þar formennsku og þar búið að vera töluverð vinna á þessu tímabili sem að getur haft mjög mikil áhrif á starf okkar hér á Akranesi til framtíðar. En það fyrsta má nefna að á tímabilinu fóru tillögur sem að stafræna vegferð sveitarfélaga sem að stafræna ráðið hafði komið sér saman til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem að samþykkti tillögu og útfærslu á þessu á samstarfinu sem felur í sér ákvörðunarmódel fyrir öll sveitarfélög saman sem á geta tryggt kvika rafræna ákvörðunartöku svona tæknilegt roadmap hvaða lausnir verða til á næstu árum. Við erum síðan að útfæra ýmis verkefni, sérstaklega það verkefni sem við erum að fá núna 100 milljóna stuðning frá ríkinu sem liður í sérstökum COVID-framlögum í aðgerðapakka 2 frá ríkinu og þar hefur orðið fyrir valinu fjárhagsaðstoðarlausn sem við erum búin að vera að klára núna verkefnalýsingu fyrir og á að einfalda mjög mikið allt starf sem snýr að fjárhagsaðstoð fyrir öll sveitarfélög landsins. Og eftir að stjórn sambandsins samþykkti útfærslu á þessu samstarfi erum við búin að vera að fara í svona vegferð, kynningarstarf með sveitarfélögum í landinu og hafa stærsti hluti sveitarfélagana samþykkt þátttöku. Vesturlandi í rauninni bara eitt sveitarfélag sem ætlar ekki að taka þátt og þáttaka svona annaðhvort komin eða við það að detta inn núna frá öllum sveitarfélögum. En svo hefur verið nokkuð samtal sem hefur átt sér stað við að finna flöt á því hvernig Reykjavíkurborg gæti verið með í vegferð annarra sveitarfélaga í þessari stafrænu vegferð. Þegar að þetta sagt þá eru meiri líkur á því að Reykjavíkurborg muni nálgast verkefnið á annan hátt en önnur sveitarfélög verða ein í sinni stafrænu vegferð. En það væri vissulega miður en það skiptir máli að öll hinn 68 eða milli 60 og 68 sveitarfélög muni taka þátt í verkefninu til framtíðar. Og á árinu þá ætlum við að ná því fram að keyra þetta fyrsta verkefni í gang og ráða tækniteymi til sambandsins sem ætlað að innleiða lausnir sem verða teknar í notkun hjá sveitarfélögunum og keyra á það að verði til roadmap fyrir samvinnu sveitarfélagana þar sem að lausnir verða til framtíðar og við verðum þá með nokkuð skýran vegvísi í samvinnu allra sveitarfélaga og síðan munum við sjá lausnir verða innleiddar á þessu ári. Fyrrgreinda lausn vonandi fleiri sem við munum sameiginlega taka ákvörðun. Og við erum síðan að byggja upp vef sem ætlað að miðla og deila upplýsingum stafræna vegferð sveitarfélaga meðal annars. Langar sömuleiðis að koma inn á að hjá Breið þróunarfélagi hefur verið unnið að fjölmörgum verkefnum og heilmikil vinna í útfærslu á húsnæðisskipulagi í nýju HB-húsi sem að það búið að fá teikningar samþykktar hjá skipulagsfulltrúa og verið að vinna í ákveðnu tímalínu fyrirkomulag breytingu á húsinu. Og það fyrsta sem við ætlum að klára að setja upp öfluga lyftu sem að mun koma í húsið og framkvæmdir vegna þess að fara í gang fljótlega. Svo erum við að setja upp kennslustofu, skipuleggja rýmin fyrir ýmsa áhuga sem hafa hug að hefja starfsemi í húsinu og erum við í viðræðum við fjölmarga aðila. Coworking hefur flutt í húsnæðið og margir svona stakir frumkvöðlar bæst við þann hóp og núna stendur yfir að eitt stærsta breytingaverkefni í rauninni bara að hreinsa út úr húsinu. Þar stærst svokallaðir lausfrystir sem var á annarri hæð. Það mun opna á fullt af nýjum möguleikum.
Og í húsinu eru sömuleiðis komnir ýmsir aðilar sem vinna meðal annars að krabba veiðum og þróun á þeim vettvangi, að þróun á plasti sem unnið úr þara, og svo höfum við sömuleiðis unnið að því með að taka skipulagsmálin á svæðinu í heild áfram. Það var fundir haldinn með skipulags- og umhverfisráði Akraneskaupstaðar og síðan var sent formlegt erindi í samvinnu við Brim, þar sem samþykkt var að hefja deiliskipulagsvinnu á Breiðunni, og jafnframt konceptvinna hafin í samstarfi við Elínu Guttormsdóttur ásamt Félagi íslenskra arkitekta og Listaháskólanum að vinna útfærslu í takt við þessa þróunaráætlun, og á það að verða innlegg inn í þessa breyttu deiliskipulagsvinnu sem ætlun að fara í gang með. Og svo verið að vinna áfram að þróun nokkra viðskiptahugmynda á Breiðunni í samstarfi við áhugasama frumkvöðla, og má þá nefna fyrsta lagi að Hafbjargarhúsið. Þar fékkst styrkur frá uppbyggingarsjóðs Vesturlands 750.000 fyrir mögulegu breytingu á húsinu í krabbaveitingastað, og styrkurinn verður notaður í því að vinna því að teikna upp húsið, aðkomu, tengingar við fjör og nágrenni, vinna við viðskiptaáætlun og hafa sömuleiðis fundir nú þegar verið haldnir með áhugasömum rekstraraðilum. Það eru einhverjir fleiri áhugasamir rekstraraðilar þarna úti, þá gefið þessi endilega fram. Og viðræður eru við Háskóla Íslands rannsóknasetur á Akranesi og hugsanlega vísindagarða sem yrði á staðnum. Það yrði spennandi ef að það góðu viðtökur sem við fengið frá Háskóla Íslands rætast, en þá gætum við séð verkefni og rannsóknir doktorsnema hér á Akranesi í tengslu við umhverfismál, loft og haf, og svo jafnvel vísindagarða, þar sem staðar væri aðstaða fyrir verklega þróun, lautrými og rannsóknir, og jafnvel FabLab-smiðju sem yrði svona af glæsilegri gerðin í samræmi við þarfir þeirra sem eru að starfa á háskóla level. Og eins og ég myndist hér fyrr á, þá hugmyndin að FabLab-smiðjan myndi færast þá í Breiðuna, sem yrði þá færð á hærri stall, sem verður spennandi að taka áfram ef það á tekur vel í þær hugmyndir. Og svo settum við á ís vegna COVID-19 þær hugmyndir að Skaginn 3X myndi fara inn á fyrstu hæðina, en ætlunin að taka það samtal upp núna áfram í samstarfi við Bater og Skaginn 3X, þar sem yrði aðkoma félagsins að fyrstu hæð það ætlun að taka það áfram núna í febrúar. Sótt var styrki í matvælasjóð, 3 umsóknir fóru áfram, allar mjög spennandi, öllum var hafnað, sem við vorum afar svekkt yfir, enda búin að leggja mikla vinnu í þessar umsóknir, bæði með frumkvöðlunum og þeim aðilum sem höfðu áhuga að starfa í húsinu. Og erum við búin að sækja eftir að fá upplýsingar hvað vantaði upp á, og verður að segjast að það kemur okkur margt spánskt þar fyrir sjónir, en við munum bara bæta úr því og sækjum á ný þegar verður auglýst í mars, ásamt því að við erum að skoða fleiri atriði sem gætu verið umsóknarhæfar inn í matvælasjóð. Og samtal í gangi við atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu aðgang að hvatastyrkjum fyrir nýsköpun á landsbyggðinni sem eru þá tengdar Breiðunni, og það spennandi á mjög góðum stað það samtal. Skrifað var undir þátttöku grænan viðskiptahraðal ásamt fjölmörgum öðrum aðilum, og í samstarfi við Gagarinn verið að undirbúa umsókn uppbyggingarsjóð Vesturlands gerð hugmyndavinnubókar fyrir fjárfesta gagnvirkt sjávarsafn á Breið, sem yrði þá helst á Breiðagötu 8 og Thor Jensen húsi. Og áhugasamir aðilar hafa komið að skoða mögulegan rekstur í yfirbyggðri vatnaveröld, en það verkefni á byrjunarstigi, í rauninni algjöru frumstigi. En yrði spennandi að sjá hvort að menn sjái möguleika á að vatnaveröld geti risið á Breiðunni.
Svo má nefna svona nokkur minni verkefni eins og KPMG hefur áhuga á að færa starfsemi sína inn í húsið og eru þegar komið með einn starfsmann. Unnið að því með álklasanum og Skagana 3X að þróa svokallaða Big Bag poka úr áli. Og í skoðun að sömuleiðis eftir fyrstu viðræður að laxa sláturhús geti orðið á höfninni eða hluta til inn á breiðunni. Það eru ýmsir möguleikar í gangi. En hvað varðar færin úr breiðunni þá eru inn í önnur atvinnumál. Þá töluverður áhugi á lóðum í Flóahverfi. Margir við að spyrjast fyrir lóðir og núna eru komnar inn bara nýverið okkar umsóknir. Ég hef nú svo sem ekki nánar upplýsingar en þær en það ljóst að það virðist að vera að glæðast verulega uppbyggingin í hverfi. Svo ein fyrirspurn sem sömuleiðis á byrjunarstigi, þar sem að verið að skoða lóð fyrir húsnæði sem að yrði í upphafi 4.000 fermetrar í Flóahverfinu og væri stækkalegt í 8.000 fermetrar. Og svo samtal í gangi við aðila sem hefur hug að sækja fyrirtæki á Akranesi og markaðssetja atvinnulóðir á Akranesi og það það samtal verður tekið áfram inn í skipulags- og umhverfis á næsta fundi. Útfærsla á nýrri heimild síðan fyrir í gera gjaldskrá til frestunar gjalda og ætlunin að taka það samtal upp í endalegri útfærslu í bæjarráð á fimmtudaginn. Eða ekki endalegri útfærslu í útfærslu á fimmtudaginn. Og á morgun verður síðan vefsíðan 300 Akranes opnuð, en þar verður hægt að fá gott yfirlit yfir allar lóðir í Flóahverfi og til framtíðar verður einnig þar inn í önnur íbúðahverfi sem eru þó komin þarna inn, en við ætlum okkur að efla framsýningun á því frekar í þróun á næstu mánuðum. Já, það hafa verið ýmis verkefni í gangi sem að snerta velferðarmálin á borði bæjarstjóra, þar sem að maður hefur verið að fá til sín einstaklinga sem að hafa verið að óska eftir skoðun á þjónustu bæjarins og ég hef bara tekið þau samtöl og unnið með þau eins og gengur og gerist, en það svo sem ekki hægt að fara nánar út í það, enda eru þau mál öll bundin sérstökum trúnaði. Að þessu sögðu þá hef ég lokið máli mínu, forseti. Þakka fyrir. Þakka bæjarstjóra fyrir skýra og góða yfirferði við sín störf frá því í október síðastliðnum og orðið laust skýrslu bæjarstjóra. Ef ykkur vill grípa þar. Það enginn sem biður orðið. Jú, bíður nú við. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúi, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vildi bara þakka bæjarstjóra fyrir þá miklu og góðu og skýru yfirferð sem hann var með hér og fór yfir mjög mörg verkefni sem hafa verið á hans borði undanfarnar vikur og mánuði. Mér langaði líka bara að nota tækifæri hér og þakka árgangi 79 fyrir frábæra skemmtun á þorrablóti Skagamanna. Frábært hvað fólk lausnamiðað og gat gert þetta á skemmtilegan hátt. Og bara afar góð skemmtun og gaman að sjá hversu margir tóku þátt. Ég vil jafnframt óska Skagamönnum ársins til hamingju með tilnefninguna og kjörið og gaman að
geta haft tækifæri á því að sýna fólki það sem við kunnum vel að meta. Og síðan bara eins og bæjarstjóri fór yfir afar margt spennandi á döfinni hjá okkur og margt mikið búið að ske undanfarna mánuði og vikur. Mig langar að óska þeim nýju starfsmönnum sem bæjarstjóri nefndi hér í ræðu sinni og yfirferð til hamingju með störfin og óska þeim velfarnaðar í störfum sínum og hlakka til samstarfsins og jafnframt þakka Stefáni sem núna að kveðja okkur og halda á vitni ævintýra, velfarnaðar í nýjum störfum og þakka honum fyrir samstarfið á þessu kjörtímabili sem ég hef setið hér í bæjarstjórn, þannig að ég ætla nú bara að koma þessu að. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem að vilja ræða skýrslu bæjarstjóra? Það enginn sem kveður sér hljóðs. Jú, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir fína yfirferð og veit að hann hefur verið í verkefnum hlaðinn og ofan í þetta kemur líka eitt stykki fjárhagsáætlun og skipulagsbreytingar eins og að farið yfir svo sem lauslega sem var gríðarlega tímafrekt og en náðist þó korter fyrir jól. Kom á framfæri aðeins við bæði formann bæjarráðs og stjórnsýsluna. Mér fannst aðeins skorta á þeim upplýsingum sem að bærinn lét frá sér í fréttatilkynningu til Skagafrétta og Skersuhots það hvernig þetta var samþykkt í bæjarráði. Það auðvelt að misskilja svona hluti þegar þú sérstaklega kannski horfir á skipuriti sem slíkt og það sem að maður fékk fyrirspurnir það þegar þetta kom út hvort að það væri þannig að verkefnastofa og mannauðsmál væru undir skrifstofu skrifstofu bæjarstjóra. Þannig að ég þakka fyrir það að það hafi verið leiðrétt að þau störf sem að heyra undir skrifstofustjóran að skrifstofu bæjarstjóra að þau eru þá að undanskilin þessi tveimur verkefnum. Þannig að mér fannst það mikilvægt að því þetta var eitt af því sem að við ræddum í seinni umræðinu í okkar nálgun á milli minn og meirihluta líka. Nóg það. Mér langaði líka bara sérstaklega því að hún búin að skrifa hjá mér þegar hún var að tala flóahverfið að hvenær kæmi nú síðan flotta í lofti sem að var nú ákveðin fyrir allt löngu síðan og ætlaði þá bara að fagna því að svo væri komið að það var komið lofti á morgun og verðum við bara sem duglegust að deila þeirri síðu af því að maður hefur séð þetta í praktísk í höfuðborginni og hefur að koma einstaklega vel út. Þannig að verður fróðlegt að sjá hvort að það kom einhver kippur með svona nýju gagnvirkri auglýsingu. En annars þá bara þakka ég fyrir fínt erindi og sumt kom manni nýtt fyrir sjónir og það líka bara gaman að fá einsinn inn í öll ráð af því maður nú kannski svolítið einangrari sinni bæjar ráðskúlu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, takk fyrir, herra forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til að svona rétt aðeins fara yfir nokkur atriði úr skýrslu bæjarstjóra og þakka ég honum fyrir góða og skýra yfirferð á mörgum málum. Fyrst að þorrablóti Skagamanna sem ég sjálf því miður komst ekki á en hef heyrt margar
góðar sögur af og vil bara hrósa í rauninni árgangnum fyrir úrræðasemi, árgangi 79 eins og bæjarstjóri fór yfir og bara taka það fram að þetta vekur umtal og athygli langt út fyrir mörk Akranskaupstaðar, þar sem að ég hef verið spurð þetta af ýmsum sem að búa annars staðar. Þannig að bara gott að við látum að okkur kveða með góðum hætti og séum lausnamiðuð. Annað varðandi sem sagt kynningarsíðuna og kannski það að hér að fara af stað mikil uppbygging á íbúðum í fjölbýlishúsum sem gott og gilt, að þá langar mig kannski aðeins að varpa því upp að það eru ekki neinar einbýlishúsalóðir til úthlutunar eftir því sem ég best fæ séð og veit að það fólk sem hefur verið að horfa hingað til þess bæði þá annaðhvort að byggja sér húsnæði eða geta keypt sér húsnæði sem þá annaðhvort í einbýlishúsi eða raðhúsi og þá nú bara lítið svör, getum við sagt, eins og staðan á markanum núna og það frábært að við séum að fara að kynna bæinn okkar, þennan flotta bæ með úrræðagóðu fólki til sögunar með pomp og prakt á flottir síðu, en það væri þá óskandi að við gætum svara þeirri eftirspurn sem við væntanlega erum að vonast eftir að birtist í framhaldinu. Þannig að mig langar kannski að varpa þeirri þá spurningu til formanns skipulags- og umhverfisráðs, hvenær hann búist við því að geta sett þær lóðir inn á þessa flottu síðu til þess að ýta þá undir eftirspurn og hingað komi fleiri. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi, forseti bæjarfulltrúar aðrir smá hlýða. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir beindi til mig spurningu. Svarið við henni að gatnagerð eða gatnahönnun og lagnahönnun í fullum gangi núna og við væntum þess að henni ljúki núna í byrjun febrúar. Samhliða því verið að vinna að útboðsmálum og þá í beinu framhaldi því ætti að geta farið fram útboð. Þegar útboð lokið þá eigum við raun og veru að geta farið að auglýsa þessar lóðir. Það svona allan það vinnulag sem við höfum rætt, því við vitum það að þó að gatnaframkvæmdir sé í gangi, að þá alltaf ákveðin gluggi sem menn þurfa. Þú færð úthlutað lóð, þú þarft að staðsetja hús, þú þarft að ætlar að taka smellinn eða loftorku eða aðra einingar, þá ferðu í röðina. Ertu með byggingaverktaka eins og Akur eða aðra, þá ferðu í röðina. Þetta alltaf ákveðin tími sem líður. Þú byrjar ekki strax, þannig að við erum að reyna að flýta þessu ferli með því að í raun og leið og útboð annað farið út þegar búið að opna útboð í lagna og gatnagerð, að þá verði úthlutað þessum lóðum. Og þá jafnvel ef að tíminn sem þú hefur lóðina verði þá aðeins rýmkaður til þess að mæta því. En það á að gerast núna bara á næstu vikum, vonandi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust þá aftur skýrslu bæjarstjóra ef fleiri vilja grípa það. Það enginn sem býður sig fram, enginn sem grípur orðið, þannig að við látum þá lokið umræðu skýrslu bæjarstjóra sem telst þá hér með vera framlögð. Áður en við förum í næsta lið á dagskrá þá vil ég endilega vekja athygli á því að í dag, 27. janúar, nákvæmlega 49 ár liðin frá fyrsta bæjarstjórnarfundi
bæjarstjórnar Akraness. En Akraneskaupstaður fékk kaupstaðarréttindi 1. janúar 1942 og fyrsti bæjarstjórnarfundur var þá haldinn 27. janúar það ár. Þannig að það vill svo til að þetta stemmir upp á dag hjá okkur í ár á 79 ára afmæli bæjarstjórnar. Þannig að ég óska bæjarfulltrúum öllum til hamingju með 79 ára afmælið og við höldum áfram dagskrá, förum í annan fundarlið og hann hefur málsnúmerið 2012-211, þjóðbraut 5, samningur uppbyggingu. Hér að ræða samning Akraneskaupstaðar og Bestlu Þróunarfélags EHF uppbyggingu á lóðinni á þjóðbraut 5. Bæjarráð hefur samþykkt samninginn og vísar ákvörðuninni til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls og þá bara færum við þetta til atkvæðis. Þeir sem samþykkja fyrirliggjandi samning uppbyggingu á lóðinni á þjóðbraut 5 eru þá vissulega beðnir að gefa merki. Og hann samþykktur með 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.243, endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns Lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar. Og hér að ræða erindi frá Brú Lífeyrissjóði endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns Lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar. En afgreiðslu málsins var frestað á seinasta fundi bæjarstjórnar og forseti les hér tillögu að bókun bæjarstjórnar í þessu máli áður en að við áður en ég gef orðið laust. En hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Akraness hefur hafið viðræður við Brú Lífeyrissjóð mögulega breytingar á samþykktum Lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar með það að markmiði að endurgreiðslu hlutfall einstaka launagreiðenda verði í samræmi við fyrirliggjandi skuldbindingar og eignastöðu hans í sjóðnum. Þannig verði komið í veg fyrir að skuldbinding myndist sem falli á sveitarfélagi sem bakábyrgðaraðila eða að gengið verði á aðrar eignir sem myndast hafi í sjóðnum og ætlað að standa undir öðrum tilteknum skuldbindingum, svo sem vegna starfsfólks Akraneskaupstaðar sjálfs, Faxaflóahafna eða Höfða. Tillaga sú sem nú liggur fyrir endurgreiðslu hlutfall vegna ársins 2021 óbreytt frá fyrra ári eða 64%. Bæjarstjórn Akraness samþykkir tillöguna en væntir þess að Brú Lífeyrissjóður taki jákvætt í málaleitan Akraneskaupstaðar breytingar á samþykktunum, enda réttmætt að endurgreiðslu hlutfall hvers og eins launagreiðanda sé í samræmi við fyrirliggjandi skuldbindingar og eignastöðu í sjóðnum. Og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá sem að samþykkja þessa afgreiðslu sem að hér var og þessa bókun sem hér var lesin upp, þeir sem samþykkja það ekki svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Fjórði fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.110, reglur á árinu 2021 afslátt af fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega. Bæjarráð hefur samþykkt reglur afslátt af fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega á Akranesi fyrir árið 2021 og þeim hér vísað til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða, heldur bara því að greip ekki annar orðið að minna okkur á það því að þegar við tókum þetta mál til umfjöllunar í bæjarráði að þó maður sé nú ekki gera þetta í fyrsta sinn, en þá nú réttara að við tökum þetta inn í fjárhagsvinnuna og
við munum það saman þegar að sú vinna fer af staðan fyrir að taka þetta í rauninni upp í byrjun nýs árs. Og þetta tilheyrir í rauninni því sem við ætlum að áætla í tekjur og annað. Bara árétta okkur, minna okkur á það. Takk. Takk fyrir fulltrúi Rakel Óskarsdóttir fyrir þessa góða ábendingu og orðið þá aftur laust þennan fundalið. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Þetta bara mjög réttmætt ábending frá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir. Að sjálfsögðu eigum við að vera með þetta samhliða fjárhagsáætlanagerð en ekki hérna í janúarmánuði, örfáum vikum eftir eða dögum eftir samþykkt fjárhagsáætlunar og þetta munum við passa upp á. Þannig að bara algjörlega hárrétt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir 4. fundalið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá sem að samþykkja þær reglur sem hér eru lagðar fram afslátt af fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega að gjöra svo vel að gefa merki. Og reglunar eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá förum við í 5. fundalið. Hann hefur málsnúmerið 2011-023 og hér að ræða umsókn byggingarleyfi fyrir Heiðarbraut 57 vegna breytingar í 2 íbúðir. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi úr 1 íbúð í 2 við Heiðarbraut 57 verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem að kveður sér hljóðs og þá það þannig, þá fer þetta bara til atkvæðagreiðslu og þeir sem að samþykkja þessa breytingu á deiliskipulagi og hún verið send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild eru þá minnstulega beðnir að gefa merki. Og það eru 9 hendur á lofti, allir sem samþykkja það. 7. fundaliður hefur málsnúmerið 20.01.002, þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021 og hér lögð fram ein fundargerð frá bæjarráði frá fundi sem framfór þann 14. janúar síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið. Gjörðu svo vel, Elsa. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara örlítið að fara ofan í dagskrárlið númer 4 að mér sýnist. Ég hef verið að skipta skjánum, reyna það. Já, mánaðar og árshlutauppgjör. Mér langar bara að fagna þessum vinnubrögðum í rauninni sem að mér finnast vera til fyrirmyndar hjá fjármáladeildinni okkar. Að það ætlun þeirra að koma með inn á síðari fund bæjarráðs í hverju mánuði rekstraryfirlit yfir fyrir þá mánuði sem á undan eru og til að sýna stöðu deilda og málaflokka yfirlit og rekstraryfirlit og reikning fyrir A-hluta. Þetta bara eykur enn betur á gagnsæi og hjálpar okkur öllum að hafa hendur betur yfir eða puttana púlsinum yfir það sem að í gangi í okkar bókhaldi og ef eitthvað sem að við þurfum að kafa í og skoða nánar að þá erum við að ná því mun fyrr
en áður, þannig að mér finnst þetta bara til mikillar fyrirmyndar og þetta minnisblað rekstraryfirlit frá janúar og með nóvember fyrir fyrstu 11 mánuði síðasta árs og það sem verið að sýna í rauninni stöðu A-hluta niður að hverja deild fyrir sig og samkvæmt þessu rekstraryfirliti þá fyrir þetta tímabil þá rekstraniðurstaðan jákvæð og talsvert jákvæðari heldur í fjárhagsáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir. Þannig að því ber að fagna en að við þurfum að halda áfram að stíga varlega til jarðar. Þannig að ég vildi bara fagna þessum vinnubrögðum sem að mér finnast verið til fyrirmyndar. Takk. Bæjarfulltrúi Sólveig Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust fundargerð bæjarráðs og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið, gjör svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði aðeins að taka hérna til máls undir lið 10. Bæjarstjóri kom aðeins inn á það í ræðu sinni og ég ætla bara að skora á bæjarráð að koma í rauninni með sterk svör við þessari framkomu TM og í rauninni með áberandi hætti að segja þessu upp og þá auglýsa nýtt útboð sem fyrst bara og koma því hratt og örugglega á stað. Þetta er hérna framkoma sem við höfum ekki að sætta okkur við. Fyrst ég nú byrjar og tók ekki til máls undir ræðu bæjarstjóra þá ætla ég að nýta tækifæri því að í bæjarráðs fundargerðinni er liður númer 12 þorrablótið okkar. Þetta var alveg einstaklega vel heppnað og ég held við eigum að hrósa þeim sem að þessu stóðu eins mikið og við bara getum og hvar sem er. Ég held að þetta hafi verið mjög góð auglýsing fyrir bæjarfélagið sem við fengum bæði aðdraganda skaupsins og ef að það er eins og fram hefur komið að það hefur verið mikið áhorf af þeim sem ekki búa á Akranesi en þá kannski einhver tengsl við okkur að þeir hópuðust og horfðu á Þorrablótsstreymið og ég ætla að hrósa sérstaklega þeim sem stóðu fyrir skaupinu. Þetta var einstaklega skemmtilegt og eins og ég segi, þetta var í alla staði mjög svo flott og fólki til fyrirmyndar þó að það hafi verið ákveðin söknuður hjá undirrituðum að fá ekki að standa á bak við barborðið og fá svona eitt og eitt trúnaðar samtal við veislugesti en það kannski verður á næsta ári. Svo ætla ég bara að minna því að forseti kom inn á það er 79 ára afmæli bæjarstjórnarfunda og þá 79 ára afmæli Akraneskaupstaðar að þegar var 70 ára afmæli þá var nú svona reynt að hafa dagskrá í gangi sérstaklega allt árið eitthvað ef ég man rétt og við héldum hátíðar bæjarstjórnarfund og ef ég man rétt að þá vorum við búin að sammælast það þá að færa okkur sjálfum ákveðna afmælisgjöf þannig að ég held við eigum svona að fara að huga því fljótlega bara hvernig við ætlum að fagna þessum tímamótum. Þetta eru tímamót sem ber að fagna. Takk fyrir. Takk fyrir.
bæjarfulltrúi Einar Brandsson og orðið er þá aftur laust hérna fundargerð bæjarráðs. Ef ykkur vill grípa það, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið öðru sinni. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Takk forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mér langaði bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Einars Brandssonar varðandi tryggingamálin og þetta er það í fundargerð bæjarráðs og það sem við bæjarfulltrúar áttum umræðu þetta og en auðvitað við munum það öll örugglega bara mjög skýrt að í okkar útboðsskilmálum var skýrt kveðið á það að þeir sem við myndum semja við væru með einhvers konar útibú eða aðstöðu hér á Akranesi og TM var ekki lægstbjóðandi í tryggingar kaupstaðarins en það var samið við þá vegna þess að þeir voru með útibú en ekki VÍS sem voru lægstbjóðandi þarna á sínum tíma. Þannig að ég get alveg fullvissað bæjarfulltrúa Einar Brandsson það að þetta er tekið föstum tökum hjá okkur í bæjarráði. Mér finnst líka bara frábær hugmyndin hans og það sem hann stingur hér upp á hvað varðar afmælis þegar sem hann nefnir 70 ára afmælisnefnd eða það sem var í gangi hjá Akranesi kaupstað fyrir örfáum árum síðan og stingur upp á að við gerum eitthvað í tilefni þess að við séum að verða 80 ára og við séum gaman að segja frá því að einu af fyrstu skrefunum mínum í pólitík hér á Akranesi var einmitt að taka sæti í 70 ára afmælisnefnd Akranesi kaupstaðar fyrir örfáum árum síðan. Þannig að það var mjög gaman. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og orðið er aftur laust fundargerð bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst þessi fundargerð og þar með framlögð. 7. fundarliður málsnúmer 21011005. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lögði fram 184. fundargerð frá fundi ráðsins sem framfór þann 11. janúar síðastliðinn og orðið er laust þessa fundargerð. Það kveður sér enginn hljóðs fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og telst hún þá þar með vera framlögð. 8. fundarliður málsnúmer 21011004 fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lögði fram 150. og önnur fundargerð ráðsins frá fundi sem framfór þann 19. janúar og orðið er laust þessa fundargerð. Og enginn sem óskar eftir að ræða hana, hún telst þá hér með framlögð. 9. fundarliður, málsnúmer 21011003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lögði fram 144. fundargerð frá fundi sem framfór þann 20. janúar. Orðið er laust fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Og enginn kveður sér hljóðs, þannig að sú fundargerð telst þá hér með vera framlögð. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar, en við tökum það með okkur frá þessum fundi að við munum eftir því að við eigum 80 ára afmæli eftir slétt ár og eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti á ekki seinna vænna en að fara að huga að því og undirbúa heljarnar hátíðarhöld að því tilefni. Ég þakka bæjarfulltrúum og fundarmönnum öllum fyrir góða fundarsetu og fínar umræður á þessum fundi og segi þessum fundi slitið. Takk fyrir.